Hvernig verður mjólkin til? Allavega ekki í búðarhillunni. En sem sagt, áður fyrr voru kindur, mjólkurær eða kvíaær aðal mjólkurdýrin á Íslandi. Til þess voru lömbin tekin frá eða færð frá mæðrunum 3 til 6 vikna gömul. Mjaltir litu svona út árið 1896 á Hruna í Hrunamannahreppi og Grímsstöðum í Mývatnssveit. Ærnar stóðu þröngt í kvíunum til þess að þær væru ekki mikið að hreyfa sig. Það voru auðveldara að mjólka þær þannig ef þær voru ekki á hreyfingu. Og þær voru mjólkaðar aftan frá og mjaltastúlkan beygði sig bara mjaðmir, reyndi að halda bakinu beinu að sjálfsögðu, en það var of þröngt til þess að setjast á koll eða eitthvað slíkt. Nú er búið að mjólka og ærnar eru að fara á beit aftur. Þær eru töluvert háfættari þessar heldur en flestar í dag. Hreinlæti skiptir auðvitað miklu máli og þarna sést hvar er verið að þvo föturnar eftir mjaltir þegar búið er að fara með mjólkina heim. Í dag nýta fáir sauðamjólk eða mjólk úr sauðkindinni, en helst er það þó gert á sauðburði eða á haustin, þegar lömbin eru tekin frá mæðrum sínum. Á örfáum bæjum eru ær mjólkaðar með mjaltatækjum til að selja afurðirnar. Sá helsti í dag eru Egilsstaðir í Fljótsdal eða Sauðagull, sem er 50 kílómetra frá þéttbýlinu Egilsstöðum. Mjaltir á Egilsstöðum í Fljótsdal. Öfugt við það sem áður var, eru lömbin með mæðrum sínum nema á nóttunni. Ærnar eru mjólkaðar á morgnana áður en lömbunum er sleppt aftur til þeirra. Mjalta aðstaðan sett upp. Ærnar hafa haft aðgang að heyi og vatni yfir nóttina og lömbin líka, þannig að það er engin svangur. Þó að lömbin hafi ekki fengið mjólk yfir nóttina, þá þurfa þau ekki vera svöng. Og nú er allt tilbúið. Ærnar fá kjarnfóður á meðan þær eru í mjöltum, þannig að þær eru mjög fúsar að koma þarna upp. Og þarna sést kjarnfóðrið sem þær fá. Eins og með kýrnar þá þarf að þvo spenana og júrin á ánum. Og ær eru bara með 2 spena á meðan að kýr eru með 4. Júrin á ánum eru aðeins eins og svona flekkótt, þau eru aðeins mislit. Þessir blettir eru ekki skítur. Og eins og með kýrnar þá þarf að taka bunu til að athuga hvort að mjólkin er í lagi áður en að mjaltirnar byrja. Þetta örvar líka júrað þannig að mjólkin flæðir betur úr þeim þegar það er búið að setja mjaltatækin á. Þetta eru sérstök mjaltatæki fyrir geitur og sauðfé og það eru bara 2 hylki á hverju, en það eru 2 saman, þannig að það er hægt að mjólka 2 kindur í einu. Þessi hylki eru glær, þannig að það sést mjög vel hvernig þau virka. Þau sjúga og kreista mjólkina úr.
og svo flæðir hún þarna í gegnum slöngurnar. Og yfir í þessa stóru fötu eða tank sem er þarna bakvið, og í mjólkurtöngum er alltaf kælibúnaður sem kælir mjólkina strax og hún kemur í tankinn. Þetta júra þarna megin er greinilega mjög mikið flekkótt. Og mjólkin flæðir yfir í tankinn. Nú eru mjaltirnar búnar og tími til þess að lömbin komi aftur til mæðra sinna. Þau eru greinilega mjög spennt. Í lokin eru það geiturnar. Ólíkt öðrum löndum hafa alltaf verið fáar geitur á Íslandi. Í dag eru geitur eða huðnur mjólkaðar aðallega á Háafelli fyrir vestan, Brúnastöðum fyrir norðan og Lynghóli fyrir austan, og afurðir þeirra eru svo seldar. Og svo bara til gamans að þessar geitur eru í Keldudal í Skagafirði. Kýðin að forvitnast og príla á meðan að mamma er mjólkuð. Ágætis herðanudd. Hér eru mjaltir á Lynghóli í Skriðdal og fyrirtækið heitir Geitagott. Mjaltatækin eru alveg eins og þau sem eru notuð fyrir ærnar. Júrið á geitum er miklu loðnara heldur en á kúm og kindum, en eins og kindur að þá eru geitur bara með 2 spena. Geitur og ær eru alltaf mjólkaðar aftan frá, í það minnsta þegar það er gert með vélum.